Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og ég er mættur hér í sjávarútvegsspjall og gestur minn að þessu sinni sem oft áður er Artúr Bogason, formaður Landssambands smábátaeigenda. Og ég ætla nú að fara víða völl og ræða við hann ýmislegt sem snýr að smábátum og smábátasjómunum og fiskveiðiráðgjöfinni og Hafró og svo ætla ég að tala við hann um laxveiðar því ég veit hann mikill laxveiði áhuga maður og hefur skoðanir á því líka. En svo ég byrji, Artúr, hvernig líst þér á nýja fiskveiðiárið sem er nýhafið? Það náttúrulega eru vonbrigði þessi endalausa saga hvað lítið er leyft af þorski í veiðinni og hversu hörmulega það gengur að byggja upp alla þessa stofna. Það birtist nú einhvers konar svargrein frá Hafró núna fyrir stutt síðan. Já. Það sem að Hafró var að svona því að þeir sem hafi lesið skýrslur stofnunarinnar í gegnum tíðina, þeir séu trúlega það vitlausir að þeir misskilji þetta allt saman. Já. Og bara beinlínis nota það orð. Ég er nú ekki mjög móðgunargjarn maður en ég verð að viðurkenna það að ég var bara móðgaður. Ég hef ágætan lesskilning og það er ítrekað í þessum skýrslum Hafrannsóknastofnunar hvað muni vera unnt að gera ef hennar ráðum er fyllt og hennar ráðgjöf. Það er 40 ára gömul saga. Já, þetta er náttúrulega verða svo hræðilega gamalt að það er alveg... Já, það er náttúrulega, svarta skýrslan, hún kemur 75. Já. Það er ennþá eldra, það er í rauninni að verða 50 ára. Skýrsla sem að reyndar finnst ekki. Ég gerði mjög heiðarlega tilraun til þess að grafa hann uppi í gegnum Landsbókasafnið og ég hringdi í alls konar stofnanir og spurði hvort þetta væri til í þeirra bókasöfnum, bæði Landhelgisgæsluna, ég hringdi í sjómannafélögin og hinn og þessa og þau leitaði á netinu. En það er skýrsla sem var send 3 árum fyrr til svokallaða landhelgisnefndar og þar kemur akkúrat þetta sama fram og er í svörtu skýrslunni með hámarksafrakstursgetu þorskstofnsins ásamt því, og það gleymist líka, að þessir helstu nytjastofnar sem að þeir tóku til á þessum tíma eru fleiri í dag sem að gera þetta nú ennþá verra í raun og veru, að þá yrði hámarksafrakstursgeta þessar stofna í kringum 850.000 tonn. Og þá ertu bara að tala um bolfisk. Ég er að tala um bolfisk. Já, þá ertu ekki að tala um síld og loðnu og makríl og... Alls ekki, og mér sýnist nú að ef það er eitt og annað rifjað upp varðandi þeirra ráðgjöf og hvað eina varðandi til dæmis humarinn, þá gangi það nú ekki mikið betur þar. Þannig að ég þetta veldur mér alveg endalausum vonbrigðum og ég er svona, maður er eiginlega alveg komin á endapunkt með bara, hvað maður að segja, að nenna að tala um þetta. Það virðist vera svo gjörsamlega tilgangslaust og þetta svar Hafró þarna daginn, það bendir til þess að það sé engin vilji til þess að horfast bara í augu við það sem að þeir hafa sjálfur sagt. Þetta er ekki bara í skýrslunni 75 eða 72, 75. Þetta er í mörgum skýrslum hjá þeim. Eftir það. Ég er nú hræddur um það. Og ég man ekki, ég held að það hafi verið 2004, þá fer Árni Mathiesen, þá var hann sjávarútvegsráðherra á sjávarútvegssýninguna í Boston. Þar hélt hann ræðu og ég er ekki nokkur vafa um það að hann hefur verið búinn að tala við fiskifræðinga sem sjávarútvegsráðherra á þegar hann setur fram þá staðhæfingu í ræðunni að 350.000 tonna hámarksafli sé við sjóndeildar hring eins og hann orðaði það nákvæmlega. Þetta sögðu þessi menn. Bara 350.000 tonn. Nú erum við að japla á einhverjum 200.000 tonnum, rúmlega það. Og
eins og ég segi, ég bara, maður alveg ráðþrota hvernig hægt að nálgast þetta án þess að verða bara fyrir aðkasti. Við vitum alveg hvernig talað okkur sem að gagnrýnum þetta. Við erum kverulantar og greinilega ekki nógu greindir til að skilja ritað mál. En þannig bara staðan. Jú, en við höfum tekið eftir, ég hef nú fengið hérna nokkra fiskifræðinga og áhuga menn sjávarútveg og sem hafa lagt sig í líma við það að reyna að lesa meiri segja upp úr gögnum frá Hafrannsóknastofnun og komast að allt annari niðurstöðu. Já, sko, í sjálfu sér þarf ekkert að komast að annari niðurstöðu heldur í þessum gögnum sem hafa sendt frá sér í árafjöld. Því að ef það væri eitthvað vit í því, þá værum við að veiða miklu meira af mörgum tegundum. Já, ég hef nú sagt það bara hérna að það væri óhætt að veiða 100.000 tonnum meira af þorski heldur en maður gerir í dag. Ég væri ekki til þess að það væri bara rétt. Og maður byggir það bara á fiskgengd og kannski mest á alvöru rallinu okkar sem besta rallið sem á Íslandsmiðum sem heitir smábátarallið. Já, ég hef sagt þetta oft mörgum sinnum, sko, varðandi þessa mælingur af þorskstofninum að það stundað frábært rall sem stendur yfir í, sko, að standa yfir í 4 mánuði á ári. En stendur yfir í 2 mánuði. Stendur yfir í 2,5, eitthvað svoleiðis. Að ef að það ekki einhver speilmynd af því hvert ástandið á miðunum, þá veit ég ekki hvað. Þannig verið að stunda og þannig farið í alvöru veiðiferðir. Já. En togararallið byggist á veiðiferð án veiðimanns. Það bara búið að segja viðkomandi veiðimanni hérna átt að veiða, þetta lengi, átt að veiða svona og svona og svona. Já. Og hérna það ýmislegt sem búið að segja í gegnum tíðina, en ég þreytist ekki á minna á eitt sem að ég gleymi ekki. Það að við fengum einhvern tíðan nokkra frá Hafró, þar á meðal þáverandi forstjóra á fund stjórnarlandssambandsins, og þar var ég að kritisera togararallið sem oftar, og þá sagði einn þessara ágætu manna sem satt þarna við borðið, sagði bara nánast orðrétt: finnst þér í alvöru allt í lagi að slá af togararallið þegar það búið að eyða í það 2 milljörðum? Já. Eins og það skipti einhverju fjandans máli. En þannig bara viðmót höfum við haft í gegnum tíðina. Þetta bara komið til að vera, og það svo merkilegt sem það að allt í sjónum breytingum undir orpið. Það breyttir straumar, breytt hitafar, breyttar fiskgöngur og ég veit ekki hvað. En rallið, það breytist ekki. Nei. Það eina reyndar sem hefur breyst það komið inn ný skip fyrir gömulskip. Jú. Og ég spurði nú einmitt einn ágætan mann hjá Hafró ekkert fyrir löngu síðan, hafði engar ágjörð því að nýtt skip sem það hafði enga reynslu af myndi kannski mæla minna. Já. Og hann sagði, jú, við höfum nú einhverjar ágjörð því, en það reyndist bara voða vel. Ég gef mér bara það að menn fara ekkert á nýju skipi og endurtaki nákvæmlega það sem gert var fyrir 40 árum. Það liggur náttúrulega í augum uppi þegar þeir nota sömu veiðarfærin ár eftir ár með kannski nýjum riðli eða eitthvað þess áttar í tróðum. Nei, ég held að það sé, þetta allt staðlað, sko. Já, en alltaf sama trollið, sama gerðina trollið. Já, það á að vera Mars-trollið, svo kallaða. Já, og ef undirbyrðið er ónýtt, þá skiptaður það væntanlega. Já, ég ætla rétt að vona það. En hvað gæti maður haldið? En þessi umræða núna verið að láta endurskoðuna fyrirtæki skoða tölur úr togarrallinu eða ráðgjöfinni sem að Hafró með.
Býtu nú við, hvað er þetta að tala? Veit ég það er einhver að vinna í því. Sjávarútvegsráðherra fékk endurskoðana fyrirtæki til að skoða tölurnar frá Hafró og ég get ekki séð að það fáist neinar aðrar tölur. Ég heldur kunni þokkalega rekna saman 2 + 2 og annað í þeimdur hjá Hafró. Já, þeir hafa reyndar í fortíðinni lagt saman 2 og 2 og fengið út 4 en sagt tilkynnt svo nokkrum árum seinna að það voru ekki nema 3. Og eins og þegar þeir týndu 700.000 tonnum af þorski á milli ára, það lítur að hafa verið eitthvað, þetta er alltaf sérkennilegt og þeir hafa komist upp með eitt sem að engin bókari kemst upp með, að þeir breyta bókhaldinu aftur í tíman. Já, endur skoða bara það sem þeir sögðu í fyrir ári eða 10 ári. Já, ég meina þetta er eitthvað sem er alveg forkastanlegt að sé bara gúterað. Ég hef alveg hiklaust sagt að það væri óhætt að veiða 100.000 tonnum meira þorski á fiskveiði árinu og 20-30.000 tonnum meira vísu og svo hefði ég lagt til að ufsaveiðar eru gefnar frjálsar. Eru teknar fyrir utan kvóta. Já, ég er sammálaður í því. Flokku fiskur sem að við vitum ekkert hvað verður á morgun. Ekkert hvað er mikið af þessu eða hvað hann er eða eitt eða neitt. En það er annað varðandi Hafró sem að mér finnst alveg jafn alvarlegt og ég er nú búin að, ég veit nú ekki hvað oft ég hef bryddað upp á þessu í ræðu og riti og fundum með Hafró líka. Og það er hvað stofnunin er alveg óendanlega flink í því að víkja sér undan þeirri umræðu að hún taki jafnt til ráðgjafar veiðarfæri eins og afla. Ég er sannfærður það að það skiptir miklu máli hvernig fiskistofn er veiddur. Hvort hann er veiddur með botndregnum veiðarfærum eins og trolli, línu, handfærum eða netum. Já. Og það fær mig bara ekki til þess að breyta þessari skoðun því að mér finnst þetta bara svo fullkomlega lógískt en það er alveg sama hvað er oft bryddað upp á þessu við Hafró. Það var meira að segja, ég satt nú í nefnd fyrir löngu síðan sem var verið að endurskoða togararallið. Þarna sátu flotti kallar og ég var nú að vonast til þess að ég fengi einhvern með mér á sérálit sem ég skrifaði. Það var nú ekki til í því og ég skilaði sem sagt einn séráliti þar sem ég bara dró í efa hæfni togararalls til þess að mæla fiskistofn. Ég lagði til að það yrði gerð að minnstakosti tilraun með röll, til dæmis á línu. Já. Og ég benti á hluti sem að mér fannst vera augljósir í varðandi hvernig sveiflur ég tók bara mjög gott að mínu viti dæmi það voru veiði á sjóstangaveiðimótum. Já, þau eru sko alveg lífandi veiðiferðir og þær eru nú yfirleitt farnar frá sömu stöðum. Og ár eftir ár. Já, árlega og ég held að sé nú stundum meira svo oftar en einu sinni ári. Ég er ekki inn í því. En það var mjög merkilegt að sjá þróunina í afla á stöng í sjóstangaveiðimótum á sama tíma og þorskstofninn átti alltaf að vera í einhverjum basli. Í lægð. Já, og þetta sama er að endurspeglast varðandi strandveiði rallið. Heldur betur. Að sko menn alveg sama, þó að dragist saman og saman, þá er aflinn alltaf góður hjá strandveiðibátum. Og það breytir engu hvort það er leiðileg tíð eða hvað, menn bara eru að fiska vel á þennan flota yfir þennan tíma sem að má. Já, bara leiðuðin mega að fara á sjó og komast á sjó, þá er góð aflabröð. Það er bara upp til hópa, það er náttúrulega alltaf í öllum veiðiskap einhverju sem að finna ekki fiskin, en það eru undantekningar. Þetta er svona einn kapli í þessu sem að manni líst ekkert á að það skuli ekki vera hægt að hreyfa eitt eða neitt við þessu. Nei, og svo líka þessi meðvirkni stjórnvalda og ráðamanna að það skuli í alvöru standa í ráðamönnum að til dæmis varðandi strandveiðarnar það hefði núna þurft að bæta við einhverjum örfáum þúsundum tonna af þorski. Já.
Hafró sjálft gefur út að stofni sé hvað stór núna, hann ekki milli 1.000.000 og 1100.000 tonn? Jú, það yfir 1.000.000 tonn. Já, eru menn í alvöru svo trúaður á þessi vísindi sem að gefa það út sjálf? Já. Það eru með skekkjumörk sem að þú getur meira að segja lesið skekkjumörkin í skýrslum Hafró og það ekkert smáræði. Nei. Að þetta svo langt innan allara skekkjumarka en ráðamenn þeir láta þetta kaffæra sig. Já, þeir bara skiljið ekki og viti ekki hvað þetta Ég held að þetta sé líka bara hræðsla við það að ganga eins og það myndi vera að kalla ganga gegn vísindun. Já, og þetta verið að misfara með vísindi. Það mín skoðun, hefur verið lengi. Og ég hérna með skýrslu sem að Hafró vann fyrir 2 árum síðan ásamt fiskveiði stjórnunarkerfinu eða hafrannsóknum á Nýfundnalandi og svo í Noregi. Og þar bara fiskur, árgangar sem sleppa undir bobbingalengjur og annað þess áttar. Og ég veit að þið kannist við þessa skýrslu. Já, það náttúrulega eru 2 verkefni búið að vinna á þessu sviði. En þetta ekkert talað þessa skýrslu á einn eða neitt hátt. Ég hef ekki aldrei minnst á hana. Nei, ég hef ekki ennþá heyrt einn einasta ráðamenn eða þingmann eða kerfiskarl í öllu kerfinu minnast einu orði á því að það þurfi að skoða þessa hluti af fúlustu alvöru. Það var gerð rannsókn á vegum Hafró við Ísland og gerð rannsókn í Noregi nákvæmlega eins varðandi þetta hvað slippið undir trollið og niðurstöðunar eru alveg hrikalegar. Það eru miklu verri heldur en ég hefði bara þorað að fá martröð yfir. Ég sé yngsti árgangurinn, 1 árs fiskur. Að það eru upp í 56% sem fer undir bobbingalengjuna. Þetta svona. Og hvað við að mæla rétt? Og hvaða upplýsingar? Svo lagast það reyndar eftir því sem fiskurinn stækkar. En svo smígur hann Moskva og hann smígur á ýmsum öðrum stöðum. Í neti og öðru. Þetta hluti af því sem ég var að segja á hann varðandi veiðarfæra notkun að mér finnst mjög undarlegt að vísindastofnunin sem að ráðamenn vísa í sem einhvers konar næstu því hálfguð í þessum efnum. Heilaga. Já, að hún fékk til lestrar skýrslu sem var birt í Nature tímaritinu, þar sem var verið þar sem fjöldi vísindamanna kom að, þar sem að þeir töldu sig hafa reiknað út að botndregin veiðarfæri þau losi jafnmikinn koltvísýringa eins og allt flug í heiminum. Þú ekki ennþá heyrt bofs þetta frá ráðamönnum. Síðan fengu þeir náttúrulega þessar 2 rannsóknir með hvað sleppur undir trollið. Það minnist enginn á þetta. Svo ef einhver nefnir það að það þurfi bæta kannski aðeins við hjá smábátum, þá bara eitt í það 20 klukkutíma að ræða hvers konar arfa vittlausar hugmyndir það eru. Og ég bara viðurkenna það að virðing mín fyrir þeim sem að láta svona, hún bara orðin voðalega lítil. Það bara ekkert óeðlilegt að fólk sem þekkir eitthvað til og hefur kynnt sér þetta og fylgst með þessu stúderað jafnvel vinnubrögð stofnunarinnar til langs tíma, þeir náttúrulega sjá að það stendur ekki steini við steini. En allt kerfið okkar byggir á þessu. Ég var bara, fyrir í dag þá var ég við svona fyrir athöfn áður en að sjávarútvegssýningin var opnuð í Laugardalshöll. Og þar töluðu nokkrir, meðal annars sjávarútvegs eða atvinnuráðherra, og frumkvöðluðina að sjávarklassanum og framkvæmdastjóri sjávarútvegssýningarinnar. Og mér líður alltaf eins og ég sé komin í kaþólska messu. Við erum bestir í heimi.
þetta er langfremst í öllum heiminum. Við erum með besta fisk í heimi. Ég ætla nú bara að segja, farið þið niður til Ástralíu og smakkiði fish and chips þar. Það er miklu betra heldur en á Íslandi. Já. Og svo framvegis. En þetta endalausa sjálfshól, að þetta er algjörlega, þetta er sér íslenskt fyrirbrigði. Sko, við erum heimsmeistarar í því. Eins og staðan er í dag, þá erum við að veiða hérna rúm 200.000 tonn á þorski. Já. Í Barentshafinu er verið að veiða 750.000 tonn. Er ekki eitthvað minna núna? Já, það var notabenni, við vitum ekkert hvað rússarnir veiða mikið. Nei, sko. Það er óþekkt stærð. Þeir hafa ekkert kallað á í land, sko. Ekki svoleiðis, en það eru gjöfulli þorskveiði mið þar samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Já. En auðvitað er ekki ólíklegt að mætti veiða miklu meira af þorski á Íslandsmiðum heldur við erum að gera. Það er mín skoðun, en ég náttúrulega ekki fiskifræðingur og ég hef engar aðra forsendur heldur en það sem að mér finnst blasa við að fiskveiði saga Íslendinga frá því að við hún segir helling. Mér finnst bara með ólíkindum að þorskstofn sem að þolir í dag ekki nema 200.000 tonna veiði, að hann þoldi 400 til 500.000 tonna veiði í áratugi. Hvernig í fjandanum má þetta vera? Já. Ég bara er ekki að kaupa það að það sé ekki eitthvað stórkostlegt að í þessu. Ég held að þetta sé númer 1, 2 og 3 ráðgjöfin og svo vitlaus stjórnun á hvernig við veiðum. Við ættum að veiða miklu meira fiski, sérstaklega á línu og færi og jafnvel þess vegna net og annað heldur en togveiðafæri. Já, ég hefði haldið að það er endar eldgömmul hugmynd frá Landssambandi smábátaeigenda sem að náttúrulega hefur ekki hlotið brautargengi en það er að inn í fiskveiðiráðgjöf fyrst menn er að skrattast með kvótakerfi að þá séu settir hvatar til að færa veiðar frá dregnum veiðarfærum yfir á Kyrrstöð og það mætti til dæmis bara hugsa sér þessa hvata með því að ef þú tekur fiskinn í troll þá dregst 1,2 frá kvótahannaðinum. Ef þú tekur hann á línu, þá dregst 0,8 frá kvótahannaðinum. Það er hægt að stjórna þessu með þessum hætti. Já, ég held að, og mér er alltaf fundist þetta bara býsna góð hugmynd, en blessa, það er náttúrulega ekki hlustað þetta, því að togaraveldið, það náttúrulega bara stýrir umræðinni hjá ráðamönnum. Við erum alltaf að auka hlutfallið af veittum kílóum í tog. Já. Og sér náttúrulega hvernig Svandís Svavarsdóttir kom hlutunum fyrir. Já. Umhverfissinnin sjálfur. Já. Hún hefur ekki hlustað á einn einasta mann sem talaði hvað væri vistvænt og hvað ekki. Já, ég hef ekki trú á því. Já, hún hefur ekki heyrt að þó hún hafi kannski séð einhvern verið að tala þetta. Ég meina að tala mjög skýrt, ég held að þú tala mjög skýrt eins og í auðlindin okkar, en þar bara leggur hún til leggja af línuívilnun til dæmis, sem er algjörlega ótrúlegt að jafnvel innviðaráð þegar er eitthvað að velta fyrir sér að gera. Ég eiginlega bara trúi alla mínum eigin eyrum, því að línuívilnun, hún snertir 30 staði út á landi. 30 staði, 50 báta sem að reiða sig á línuívilnun og að láta sér þetta í huga fara að slá þetta af fyrir þessa hungurlús sem er hendi í þetta. Já, það væri í sjálfu sér miklu eðlilegra að bæta við bara 6 eða 8.000 tonnum af þorski fyrir strandveiðarnar. Já, ég er ekki að tala um strandveiðar í hérstu, ég er að tala um línuívilnuna í hérstu tilviti. Að þarna eru undir tugi útgerða og þetta er bara, það er talað um þetta eins og þetta skiptingu máli. Og þetta er upplifun sem við verðum náttúrulega alltaf fyrir þegar það kemur að málefnum smábátaútgerðarinnar. Það er talað niður til hennar. Og í þessu málþófsmeti sem þið slógu, að áður en það var, þá var nú búið að ræða eitthvað aðeins 48 dagana. Að þar voru við bara kallaðir alls konar nöfnum. Já. Og algjörlega ótrúlegt að ráðamenn þjóðarinnar hægi sér svona.
Já, sem betur fer voru það nú ekki ráðamennir, það voru þeir sem eru stjórnarandstöðu í dag. Já, ég tel að þeir séu hluti af ráðamanna genginu. Þeir höfðu nú ekki lítið að segja núna síðastliðið vor þegar þeir náðu að stöðva fullt af málum sem voru annars eðlis heldur en þetta veiðigjaldsmál. Stoppuðu 30 mál eða eitthvað þess áttar. Já. En það nú annað mál eða önnurella, ef maður segir svo, en þetta eru hvað maður að segja, eiginlega hroðalega staðreyndir að það skuli ekki vera hægt að opna eyrun á fólki og fá fólk til að sjá þessa hluti með réttum hætti. Já, ég ekki með lausnin á því. Nei. Ég væri löngu búin að nota hana. Já, en þetta bara, það erfitt að fá. Já. Já, sko, þetta við náttúrulega glímum við það. Þetta eru menn á vettvangi sem eru einhverjir reyndar með vísindamenntun versus sko vísindastofnun sem búin að skapa sér einhvern veginn þann sess í kerfinu að allt sem að frá henni kemur sé nánast óbrigðult. Heilagt. Já, það trúlega bara ágætis orðið yfir það. Og leið og vísindamenn fara að haga sig með þeim hætti að það sé ekki nokkur einasta leið að endurskoða nokkuð skapaðan hlut, þá eru þær hættir að vera vísindamenn. Já. Það engin spurning um það. En samt einn líffræðingur inn á Alþingi, formaður atvinnuveganefndar. Já, ég ekki að tala sko, hann utan þess að ég gera. En sko, hann hefur bara allt aðra sýn á þetta og manni fyndist nú skrítið að það myndi ekki einhverjir kannski hlusta á hans rök í umræðinu þessa hluti af því að hann með þveröfugar kenningar á miða við hann les allt öðruvísi í þetta heldur en Hafró gerir og hann ekkert svo eini, þeir eru nokkrir og þetta ekki bara á Íslandi, þetta víðar sem betur fer sem betur fer en síðan náttúrulega það kannski alltaf að nýta við þetta að á vettfangi nú get ég bara að tala fyrir hönd þeirra sem eru í Landssambandinu og þá sem ég hef heyrt í og tala við þessa hluti og þeir eru þó nokkrir. Ég hef ekki heyrt einasta trillukall segja Hafró, þetta alveg hárrétt hjá þeim. Ég hef ekki heyrt einnira. Þetta eru mennirnir sem að vinna á vettfangi og þurfa að glíma við það sem þeim boðið. Og það bara sko dæmisögur, ég voða gaman að þeim. Ég man svo vel eftir því þegar ég var að alast upp fyrir norðan og var á trillubátum með föðubróðum minnum og reynda móðubróðum minnum líka að það þótti algjörlega æðislegu dagur ef það var farið eldsnöfn á morgni og hangi fram á kvöld að ná 500 kílóum yfir daginn af reynda slægðum fiski sem að myndi þá vera 650 eða eitthvað. Í dag 15-16% í viðbót. 18% kannski. Að í dag ef þeir myndu þurfa að fara út klukkan 3 á nóttu og koma inn klukkan 7 á kvöldi með 500 kíló myndu selja á stundinni. Já, þeir myndu endurskoða. En þegar ég var að alast upp þarna fyrir norðan ef ég fer í gögn Hafró þá var stofnin samkvæmt þeirra útreikningum miklu stærri þá heldur en núna samkvæmt þeirra útreikningum. En það merkilegt að fiskurinn eins og hann hafi ákveðið það að hópast í kringum smábátategundur en yfirgefa rannsóknarskipin. Eitthvað svoleiðis. En þetta sér kapitúli í þessu og það sorglegt að það skuli ekki vera hægt að breyta þessu. En þegar við erum að tala hvað ég hefði viljað veiða, þá vil ég segja eitt að ég hefði lagt til við Hafró að þeir hleyptu ekki veiðinni jafn rösklega í gang á loðnuveiðum og alls ekki með flotróli að veiða loðnu. Það má veiða einhverja loðnu en ekki einhver 1.000.000 tonn eins og við höfum gert.
ár eftir ár, oft á tíðum. Og við erum búnir eftir því sem að Björn Ólafsson hefur tekið saman, þá erum við búnir að veiða 35 miljón tonn af loðnu síðustu 50 ár, eitthvað svoleiðis. Það getur alveg passað. En sko og það hlýtur að vera inngrip í lífríkið. Ég trúi ekki annað verið, náttúrulega allar veiðar, alveg sama hverju þeir eru á sama hvaða veiðarfæri, þetta er allt saman inngrip í ákveðu lífríki. Já. En það var mjög athyglisvert að fylgjast með þessari svokölluðu loðnuvertíð sem fór núna fram síðan. Þetta voru bara örfá þúsund tonn sem það leið. 8.600 tonn. Já, með því sem að normenn fengu að veiða var það ekki. Já. Nema að maður hefði nú haldið fyrst að Hafró hafði svona ofboðslegar áhyggjur af loðnustofninum sem sést best á því að gefa út svona litla ráðgjöf að ég fyrir tilviljun það var góðu vinur minn sem að hafði samband og sendi mér myndir af Marine Traffic og það kveikti áhuga hjá mér á því hvaða eftirlit Fiskistofa væri að stunda með loðnuveiðunum. Og ég náði í veiðeftirlitið hjá Fiskistofu og spurði hvað væri mikið að vera þarna í þessu eftirliti. Og hann var ekkert lengi að svara mér, hann sagði það er bara ekkert eftirlit. Og ég sagði býtu við eruð ekki að minnstu kosti að dróna þarna yfir þess að alla sem að eruð þarna fyrir utan Snæfellsnes. Og þá svaraði hann og ég er ennþá að velta fyrir mér bara allt í lagi þarna á þessum bæ. Hann sagði, það er svo langt að senda drónana. Já. Þeir voru miklu nær heldur en strandveiðibátar sem að er að veiða þarna á svæðið en það virðist endalaust hægt að dróna þá. Já. Þannig, og ástæðan fyrir því að það var ekkert eftirlit, engir eftirlitsmennum borðið en eitt, var að það var starfsmannafundur á Akureyri. Já. Nú hefði ég haldið að í ljósi þess að það voru gefnar út svona takmarkaða veiðiheimildir þá yrði vaktað mjög vel að það væri nú kannski ekki gert það sem að ég held að hafi verið gert. Ég horfði ekki á það en mann grunar þetta mjög sterklega og ég hef heyrt þetta fullýrt í mín eyru að menn hafi kastað þá til fengu réttu loðnuna og þá dæltinni. Og við menn vita það vel að ef að loðnu er sleppt niður sem er búið að þurrka að hún er meira og minna dauð. Þetta er svona áhugin fyrir að hafa eftirlit með þessum stóru köllum en hann er ekki í neinu samræmi við hlutina. Þú sér nú bara eftirlitið á bolfiskskipum annars vegar trillum sem eru með örfá kíló í kvóta eða veiðileyfi til að veiða á hverjum degi og svo stærri skipun. Það er dálítill mikill munur. Þetta er bara með ólíkindum sko. Og ég er búinn að rukka Fiskistofu eftir því mörg ár hvað mörg flug eru yfir togskip eða togarana á hafi úti, yfir vetur, í myrkri og svo framvegis. Auðvitað er ekki eitt einasta flug yfir þessi skip. Nei. Það er mikill ójöfnuður í þessu eftirliti. Já, það er eins og víðast hvar í bara samfélaginu að þessir sem við skulum bara orða eins og trúlega rétt bara þeir sem minna mega sinni eru minni að það skal traðka á þeim. Og þetta er mjög gott dæmi það. Við þurfum að halda þeim niðri og koma í veg fyrir brot hjá þeim. Eins og fyrirverandi sjávarútvegsráðherra sagði fyrir margt löngu þegar var verið að brölta á stað með þetta kvótakerfi að hann sagði orðrétt hvern anskot hann á að gera við þessa trillukalla. Við vorum strax orðnir fyrir þá og við erum það ennþá. Og verðum það. Örugglega á meðan að verður ekki breytt kerfinu í grundvallaratriðum. Já. En þið náttúrulega gerðu það á síðasta ári að gera tilboð í 10.000 tonna af þorski. Því hefur ekki verið svarað frekar en við höfum skvett vatninum bréfalúluna hjá þeim. Nei, ekki ansað. og á fundi með atvinnuveganefnd einhvern tímann svolítið eftir að við settum þetta fram. Þá voru þarna ákveðnir aðilar að reyna að skensa okkur með því að
við hefðum ekkit reiknað þetta út til fulls og svo framvegis. Náttúrulega bara þvættingur. Þetta ekkit flókið, við bara buðumst til þess að veiða, taka á okkur að veiða 10.000 tonn, borga 100 kall pluss veiðigjald sem bara við löndun. Hvað flókið við þetta? Það ekkert flókið. Nei, ég skil það ekki, en þeim tókst einhvern veginn í ósköpunum að þvæla þessu inn í vaxtakostnað og skatta, kjaftaði eitthvað. Það alveg sama hvernig komið að fólki sem búið að samfara sjálfsögum það að það hefði höndlað sannleikann. Það breytir einhver hvað þú segir það. Ég bara horfi á þetta hvað best fyrir þjóðfélagið. Þegar þjóðfélagi getur fengið 100 krónur pluss veiðigjaldi, 100 krónur rauninni umfram það sem aðrir treysta sér til að borga. Og það ekki bara... Og meiri segja, svo kom fiskframleiðendur ég var ekki jafn hrifinn af því. Nei, þeir hafa örugglega reiknað út dæmið og treysta sér til að bjóða þetta. Ég hefði til dæmis gaman að vita ef eitthvað stórt spænst tórafyrirtæki bara dytti það til hugar og ég væri ekki tissa þó þeir hefðu velt þessu fyrir sér. Það bara að senda ríkinu tilboð. Við erum með kvótakerfi, það má leigja, það má selja kvóta og býtu nú við, getum við ekki fengið hérna 10.000 tonn á tóran okkar, við erum til í að borga hvað? Ég væri ekki því að þú myndu borga 200 kall. Það náttúrulega, ég vil miklu hærra verð. Já, þess vegna, ef við tökum miðið af makríl og... Já, og svo að þú tekur bara miðið af því hvað grænlendingar að fá frá ESB fyrir leigu á sínum veiðiheimildum í grænlensku lögsögunni. Þannig að þetta allt að tölur og svo maður að tala makrílin. Við erum að fá innan við 100 krónur fyrir kílóið. Eða bestafalli kannski 100 kall. En Færeyingarnir 300, 350 og norðmennir allt upp í 400. 370, 80. Já, ég hef ekki séð neina útreikninga frá SFS þess eðlis hvað íslenska ríkið að tapa í tekju út af þessu. Artúr, þeir voru að fiska úr sömu torfu. Já, ég veit það. Færeyingarnir, norðmennirnir, Íslendingarnir. Það var kannski einhverjum klukkutímum lengri heimsiklingin hjá Íslendingunum heldur en hinn. Skiptir ekki máli. Eitthvað sem skiptir ekki máli þegar þú ert á kældu skipi. En svo vogar SFS að útskýra þetta með því að sé svo miklu lélegri makríl sem að íslensku skipir veiða og svo framvegis. Býtu, eru þeir það bara með svona léleg skip, geta þeir ekki gengið almennilega þetta, eða hvað það nákvæmlega? Ég bara í morgun fékk ég þær upplýsingar frá sjómanni sem var á sjó í Færeyjum að þetta eru systur skip íslensku skipana. Já. Fjórir þá stemmir þetta mjög vel. Já, 4 dallar frá Færeyjum. Hann tók þá og nefndi hvaða skip það væru. Þeir áttu systur skip á Íslandi. Þeir voru með þessi verð en Íslendingarnir. Þannig að það víða vittlust gefið í... Já, þetta alveg ótrúlegt. Það ekkert skrítið hvað hagnast á uppsjávarvinnslunni hérna á Íslandi miðað við þessar forsendur. Nei. En þetta skekkir allt sem verið að tala og svo bara hreinlega að væli yfir veiðigjöldum. Það eiginlega bara aðhlátursefni. Miðað við þessa uppstillingu þá alveg með ólíkindum hvernig menn nenna að láta en þeir hafa bara sína lífsspeki og haga sér samkvæmt því. Þeir hafa náttúrulega komist upp með þetta til margra ára í raunin í 40 ár frá því að kvótakerfið var sett á. Kannski ekki 40 ár, 35 ár hafa þeir geta ráðið þessu öllu og haft það bara eins og þeir hafa viljað sjálfur. Já, þeir hafa haft stjórn setja allar reglurnar meira og minna og hafa gert í gegnum tíðina. Reglugerðir veiðafæri og veiðisvæði og annað í þeim dúr.
Þetta er ekkert... Já, máttur þeirra mikill. Já, heldur betur. Já. En þetta nú ágætt hjá okkur þar sem við erum búin að spjalla. En þú hefur áhuga og veiði mikinn lax. Ég löngu hættur að veiða mikinn lax. Já. Og ert að veiða og sleppa eða hvað? Sko veiða og sleppa, já, ég hef alveg veitt og sleppt og ég hef líka veitt og drepið og svo framvegis, en fyrsti laxinn sem ég dró, það eru orðið núna 50 ár síðan. Já. Og svo gerðist það einhvern tíðan fyrir svona, hvað ætli að sé, svona 15 árum síðan, þá ákvað ég að taka þátt í því að veiða og sleppa svona svo langt sem það næði. Ég reyndar aldrei veitt í á það sem skylduslepping á öllum laxi, en ég var formaður í félagi sem var með Sandá í Þistifirðarlegu og þar innlitum við sleppiskyldu að miklu leyti, en máttum hirða ákveðin fjölda laxa með ákveðin formverkjum, það er að segja stærð og vera nýgengin. Og það var tiltölulega mjög takmarkað dráp sem var leyft. Síðan mistuðum við nú þá á mörgum árum seinna, en ég núna formaður í félagi sem með ormasá á Sléttu og Legu. Og ég var að forsprakki þess að stofna félag sem bauði þá á sínum tíma, og við eiginlega bara copy-pastaði aðferðafræðina sem við notuðum í Sandá yfir á Ormarsá, og ég þurfti í raun og veru ekkert að taka fram að það veri leyft takmarkað dráp, þess að menn bara eru í stórum holum hættir að drepa fisk. Og ég ekki sammála þessu. Ég tel í fyrsta lagi að þetta gangi gegn eðli fiskimanns. Að ég hef ekkert að gera með að fara í veiðitúr og koma heim með 50 laxa. Ég hef bara akkúrat ekkert með það að gera. Það er meira að spurning hvort ég þurfi að fá 5 laxa. En ég hugsa ég myndi nú koma... Já, ég myndi alveg... Síðast ég drap laxa og ég hef drepið laxa hverju einasta ári. En það sem svo frábært við þessa umræðu veiða sleppa, það hvað hún alltaf í góðu jafnvægi og hvað menn eru skilningsríkir og rök hvers annars og þrungin visku og reynslu allara þeirra sem taka þátt í umræðunni. Mér finnst þetta alveg einstakt. Og ég sé náttúrulega á hverjum degi líku við þar sem eitthvað að þrassa þetta, að þeir sem að sleppa laxi, þeir stundi dýraníð. Ég þá dýranýðingur og ég kann því nú ekkert sérstaklega vel. En þegar þú drepur þorsk og ísu og... Nei, þú ert nýðingur að sleppa fiskinn. Já. Ég spyr þá, nú alveg þekkt að menn fari í langa útreiðatúra, skjóta þér hestana þegar þeir koma heim til sín aftur á dauðþreyttum skepnunum. Nei. Ég man ekki til þess. Og ef að fullyrðingar á borð við það að allur fiskur drepist eða stór hluthafn við það að sleppa, þetta svo mikið endalus þvæla og kemur náttúrulega frá aðilum sem að vita ekkert hvað er að tala. Þeir séu helsærðir eða rosalega mikið middir og jari. Þetta allt saman tómt kjaftæði. Þeir eru nú ekki særðar en það að ég hef bara ég hef tvisn lent í á ævinni. Ég hef veitt laxa á ákveðnum fermetir, annars vegar í Laxá við Aldal og hins vegar í Ormarsá. Að ég veiti fisk, 13, konum upp í fjöru. Í fyrra skipti var þetta legin hrygna og það var að hausti og ég mjög hlynntur í að sleppa legnum hrygnum. Þeir eru orðnar bólgnar á hrognum og bara fínt að láta þær fara og gera þess að þeir ætla að gera. Þannig að ég sleppti henni og það var nú ekki mikið mál á lossúrunni, þannig að ekki var nú voru ekki særð og ekki blæddurinn eða neitt. Og ég sá bara á eftir henni liðast að núti og bara gaman.
Ég reykti eina sígarettu og labbaði síðan beint á sama stað, þess að ef þú veist hvernig laxar haga sér þá eru þeir sjaldnar einir, þannig að ég fannst líklegt að fara bara og stóð bara í nákvæmlega sömu sporum, kastaði, tók fiskur í fyrsta kasti, þetta var sama hrygnum. Það var nú ekki meira stress eða hræðsla í henni eftir þessa ægilegu viðurinn. Síðan endur tók þessi nákvæmlega eins, nema það var bara lítill hængur sem gerði þetta í Ormarsá. Og ástæðan fyrir því að ég þekkti þessa fiska var náttúrulega að það, eins og í hængnum, það var svona, þegar ég losaði úr honum, þá losnaði pínulítil flyksa hérna í munnvikinu, það skiptir hann engu máli, og það var það fyrsta sem ég sá þegar hann kom upp í fjöruna í annarskiptið, það var þessi flyksa. Þannig að þetta er nú allt mjög sérkennilegt þegar fólk er að fullera hluti sem það veit ekkert um. Hins vegar sko er þessi umræða líka gagnsemi við að sleppa, annars vegar, og hins vegar kenningar það að eins og til dæmis Jón Kristjánsson vinur minn heldur fram að bara að gera drept allt saman, að ég hvorugum einn. Ég sko að drepa sem mest, það eru skilaboð það að áin eða laxastofninn eða náttúran sé svo vitlaus að senda allt og mikið að fiski upp í ána. Ég kaupi það ekki. Nei. Ég kaupi það eins og að það sé alveg í góðu lagi að þessi stofn verði fyrir afföllum, þess að náttúran gerir sjálfsagt ráð fyrir afföllum. Plús það að ef þú ætlar að drepa allt og byrja nettaveðri sjó og línuveðri sjó og ég veit ekki hvað og draga fyrir bara í ánum, þá ertu í raun og veru að segja þú ert búin að finna upp formúlu fyrir því að bjarga tegundum í útrýmingarhættu. Og það fer þannig fram að það er einhver tegund hérna sem er alveg að deyja út, þá förum við bara og veiðum sem mest úr þessari tegund. Þá verður allt í lagi. Og ég náttúrulega kaup ekki svona... Það náttúrulega mjög ólíklegt. Það á nákvæmlega saman, sko, þessi stofnar sem við erum að tala í íslenskan laxveiðám, þetta eru míkróstofnar. Þetta eru svo litlir stofnar. Já, þetta telur í hundruðum. Bara eins og í Sandá í Þistifirði til dæmis. Allir stofnin á hverjum tíma með því sem í hafi sé ekki svona kannski 5, 6, 700 laxar. Já, fiskar. Þetta er ekki neitt. Nei. Þannig að það þarf ekkert mikið slys. Og ef þeir verða fyrir einhverju náttúrulegum afföllum í hafinu. Já, drottum við dýr og getur ímyndað þegar það er nú marg vitað hvað er mikil náttúruleg afföll á seiðum sem að fara út. Já, við vitum náttúrulega að það eru flottrólskip og önnur skip út í hafi sem eru að veiða lax. Já, náttúrulega þetta veit enginn hvað er mikið og mér finnst ekki rétt að benda fingrinum á þau og segja að þarna er einhver orsök fyrir niðursveiflu í laxveiði á Íslandi eða bla bla. Ég er ekki tilbúin í að fara þangað. En varðandi hitt, þetta sem að sko er orðið dálítil mantra hjá veiðimönnum, laxveiðimönnum, það er að það sé bara glæpur að sleppa ekki fiski. Já. Segi ég að það sé bara glæpur að drepa fisk og þá eru skilaboðin þeim megin að þarna sé komið bjargræði fyrir stofnana og nú ætla ég að upplýða sér mitt sem að þú ert að heyra fyrst úr munni hestsins hér. Ég hef haldið gagnagrunna þessar 2 ár sem ég hef nefnt. Já. Annars vegar Sandá í Þistifirði þar sem ég á gagnagrunnum på 14.000 laxa með öllum upplýsingum sem framkom í veiðibókum og núna er ég að verða búin að... Til hvað margra ára er þetta? Það er frá 64 til 2020. Já. Þannig að þetta er orðið alltaf löng tíma keðja sko. Síðan 2011 þá tókum við Ormarsáleigu og til bara dagsins í dag eða dagsins í fyrradag það er komið inn í grunninn og þetta er að nálgast 6.000 laxar. Og mér finnst mjög sláandi, sko, við tókum upp þessa sleppiskyldu í Ormarsá. Og Ormarsá hefur alltaf verið þekkt fyrir það að það er væll lax í henni. Við vorum að fara þarna í gamla daga og við fengum kannski ekki marga fiska. En meðalþyngdin var kannski bara 10,5 til 11 pund. Núna... Er það ekki bara besti
át fiskurinn? Nei, ég nú Viltu langt stærri? hrifnastur af smálagsinum, sko. Já, lúsugu smálags náttúrulega algjört norskæti, sko. En það ekkert að því að reykja stóran lags. Hann bara prýðilegur matur, sko. En núna ég búin að vera að taka saman tölur úr þessum grunni yfir sem sagt skiptingu á smálags og stóllags. Það talað þetta stundum eins og þetta séu næstu í 2 tegundir, en það vitað náttúrulega, það einsárslags og 2 ára lags og annars vegar skilgrindu sem smálags og hins vegar stóllags. Að eftir öll þessi ár með öllum þessum rosalegu sleppingum sem við höfum stundað, þá meðal þyngdin að falla báðu megin við þennan ás. Það talaði að 70 cm lags og stærri sé 2 ára og svo framvegis, og það örugglega einhver vikmörk þarna sem breyta ekki heildarmyndinni, en meðal þyngdin það ekki bara út af ætisleysi? Nei, það hefur ekkert með það að gera. Að sko við það að sleppa svona mikið af lagsi, til dæmis bara smálagsinum, stæðin fyrir bara hirðan, að þá náttúrulega þeir að sulla sínum genum inn í hrygninguna hjá stærri fiskunum og hlutfall 2 ára lagsa í Ormarsá fallandi, og við erum að tala dálítið mikið. Á sama tíma hlutfall smálagsana aukast, og ég man ekki betur en að Veiðimálastofnun sé búin að halda því fram í mörg ár að sleppingar hafi bjargað 2 ára fiskinn. Hann ekki að því í Ormarsá. Við erum alveg hættir, það var alveg árvist þegar við komum í Ormarsá hérna í gamla daga, og jafnvel eftir við fengum ána aftur 2011, að það var að ganga þarna á 2 stöðum alveg sérstaklega sem þú getur bara hreinlega labbað fram á bjarg og hort á hylinn eins og sé bara gler og nánum, hann svo sléttur, og ef það góð byrta og svona, getur bara talið þessuna seiðin sem í hylnum. Nema að þarna gátum við gengið fram á svona þegar var aðeins komið fram í sumarið, þarna lágu bara nokkrir 20-25 jafnvel stærri pundalaxar. Löngu hættur að sjá þetta. En þú sleppur ekki, við erum að tala almáttu fiskeldi í sjó, fiskeldi á landi. Hvaða skoðun hefur á þessu? Ég hef alveg mjög sterka skoðun á því, og ég man vel eftir því að ég held að séu svona það getur verið svona 17 ár síðan, þá skrifaði ég grein í Fiskifréttir sem bar yfirskriftina upp á land með ykkur. Það svara spurningunni þinni. En sko ég hugsaði með mér eftir að ég var búin að fá sko þvílík ógeðsleg tölvubréf og símtöl að það var ekki komandi nálægt þessu liði. Og ég hef alveg látið eiga sig að skrifa þetta aftur. Já, alls konar skýta hótanir og ógeð. Þetta fólk kann ekki manna sig frekar en bara kötturinn minn, sko. Nei. Þannig að ég mjög sterkar skoðunar því að fara með þetta upp á land, og mér finnst það alveg til sóma, eins og til dæmis að Samherjar að gera í Öxarfirði. Þeir eru með að stækka stöðuna þarna og gera þetta bara algjörlega upp á 10. Það sem fyrirhugað á Reykjanesi. Já, þetta búið að vera í Silfurstjörnunni í Öxarfirði í fjöldamörg ár, sko. Og svo náttúrulega það sem verið að gera í Þorlákshöfn og náttúrulega glæsilegt í Vestmannaeyjum. Já, ég tek hatt minn ofan fyrir þessu fólki, sko. Já, hjá honum Sigurjóni Óskarssyni í Vestmannaeyjum, hann að gera þetta. Hann svona true viking, sko. Hann Vestmannaeyingur bara út í gegn, og hann bara ákveður það. Og fer ekki í burt með peningana sem hann hafði út úr kvótanum og kvótakerfinu. Hann notar það allt í uppbyggingu í Vestmannaeyjum. Hann bara dælir þessu inn í bæinn sinn. Inn í bæinn, og bærin nýtur verulega góðs af þessu og á eftir að gera í framtíðinni í miklu mæli. Og þetta er til fyrirmyndar hann sem atvinnurekandi. En það svo sem, sko, með landeldi, ég hef ekkit vit á landeldi, og það alveg pottþétt að menn eiga og þurfa að glíma við einhver vandamál í landeldi alveg eins og sjóeldi. Því að einhvers staðar frá verður vatnið og sjórinn að koma, og það við vitum að
að það geta leynst í þessu vírusar eða alls konar kvikindi sem að geta hugsanlega startað einhverjum sjúkdómum. En það bara fleira sem kemur til eins og til dæmis bara lúsarmálin og svo framvegis og svo með úrgangsmálin, ef ég skil þetta rétt, þá verður úrgangur það verður gerður peningur úr því. Já, og notað í uppgreiðslu á landi. Einmitt. Eini Sigurjón alveg flottur í þessu sko. Það bara gaman að sjá og maður þarf raunverulega að gera sér ferð út í Vestmannaeyjar til að skoða þetta. Ég þekki margar sem eru búin að fara og skoða þetta og eru yfir sig ánægðir og hrifnir af því sem þeir að gera þarna. Ég hef ekki skoðað þetta alveg þanniglega, en ég hef farið til Eyja og keyrt fram hjá þessum mannverkjum og fórið út á Hraun og skoðað þetta úr loftið þarna. Og ég bara heillaður sko. Þetta alvöru. Já, þetta alvöru. Og það bara glæsilegt til þess að vita. Já. En hvað finnst þér laxeldið fyrir austan á fjörðunum og fyrir vestan? Þá svara ég bara með fyrirsögn á greinni upp á land með ykkur. Já. Ég nenni ekki að rökræða það fyrir ykkar. Nei. En þetta helvítis átök þetta. Heldur betur og mér fannst... Og menn eru náttúrulega að lenda alltaf í þessu eins og við erum búnir að lenda í að fiskur sleppur úr kvíu. Já, það verður alltaf. Það verður aldrei hægt að koma svo fyrir þetta að sleppi ekki einhver fiskur. Og svo eigum við kannski eftir að fá eins og skeiði í Mjóafirðinum hjá Samherja þegar þeir fengu margletu inn í fjörðinn og síðan fyrir vestan jafnvel bara hafís. Já, hann hefur nú eitthvað verið að minna á sig undanfarið. Ég meina þetta getur allt átt eftir að hafa gríðarlega áhrif. Já. Og bara það rekís, það þarf ekki að vera merkilegur hafís eða stór. En mér fannst merkilegt þarna við þessa setningu þarna á sjávarútvegssýningunni fyrir í dag að sko laxeldis fyrirtækjunum búið að takast að koma þessum iðnaði þannig inn í umræðuna að ráðherrann, framkvæmdastjóri sýningarinnar og ábyggilega forsprakki sjávarklasans við töluðum þetta pokaeld í sjó eins og hlut af sjávarútvegi og þeir gera það. Þeir eru duglegir strákar sem að vinna fyrir laxeldið. Þeir eru búin að koma þessu á þennan stað í umræðunni að þetta sé sjávarútvegur. Þeir fá reyndar mjög góð laun fyrir að vera í þessari lobbymennsku. Sjálfsagt. Og allt það. En þetta nú að verða gott hjá okkur, Artúr. Hvað viltu segja að lokum? Þetta sko að spyrja svona spurningar endalaust, hvað viltu segja að lokum, hvað á maður að segja að lokum. Ég ekki búin að segja neitt að lokum, ég bara að vera áfram í umræðinu bara þá til ég drefst. Já, þú bara heldur áfram og hefur skoðanir Já, ég ætla að vona það að ég lendi ekki í því að missa alla skoðanina mínar. Nei. Það ekki skemmtilegt. En sérðu einhverja von fyrir hvað maður að segja, smábáta Já, ég sé þá von og ég ætla að gefa mér það að ráðamenn sem að lofuðu strandiðmönnum ákveðnum hlutum og settu inn í stjórnarsáttmálan gátt ekki staðið við það núna í sumar og að mínu viti gáttu sjálfum sér kennt að nokkru leyti. Nú eru þessi sömu stjórnvöld búin að ítrekka það að við þetta verður staðið og ég get ekki, ég má ekki annað heldur en að trúa því að þetta verði núna látið ganga eftir. Það sem mér finnst slæmt, það sem ég heyrði varðandi þetta þegar þeir kynntu þingmálaskrána, að það var sagt að 48 dagar eru tryggðir næsta sumar.
Þetta bara ekki alveg að skora hjá mér. Það þarf að segja, það að tryggja þessa daga til framtíðar. Já. Ekki þessi endalausu skammtíma úrræði. Já. Þetta vil ég segja lókum. En það náttúrulega það sem þarf raunverulega að koma að taka strandveiðarnar út fyrir sviga og vera fyrir utan svo kallað kvótakerfi. Algjörlega sammála. Þetta á ekki heima inn í kvótakerfinu. Þeir geta áætlað einhvern afla með einhverju reglugerð og dreigið einhvern áætlaðan. Svo breytist það eftir því hvort það veitt mikið eða lítið. En að öðru leyti bara það að gera eins og Magnús veðurfræðingur hefur reyndar sett á prent. Gera 3 til 5 ára tilraunaverkefni og hann settur þetta fram í sömu fullviss og ég alveg handviss að þetta myndi koma vel út að þessi brjálæðislega ásókn sem að sumir eru svo skítrættir að verði inn í þetta kerfi. Það var nú ekki brjálæðislegri ásókn inn í stranduði kerfi núna en það að það var örfáum bátum fleira heldur en var 2012. Jú, en þú mátt ekki gleyma einu sem hafði verulega áhrif og fjölgun á bátum í sumar og strandveiðum. Það voru það að grásleppan var sett í kvóta. Það þýddi það að það fóru til að gera eitthvað yfir sumartíman. Bátar sem drissur ekki til að fara á grásleppu, þeir fóru á strandveiðar. Eitthvað var það. Við höfum ekki tekið saman tölum en eitthvað var það. En ég ætla rétt að vona líka að það verði haldið áfram með þetta frumvarp sem kom fram síðastliðinn vetur afnám grásleppukvótans. Því að ef einhver óskapnaður hefur fæðst á Alþingi, þá það þetta grásleppukvóta frumvarp. Nei, þú ert bara að fara að horfa upp á það að frystiskipin fara á grásleppuvegar. Nei, við gerum það náttúrulega ekki. Nei, það bara þessi það var engin stærðarmörk á því hverju máttu fara. Nei, það það ekki. Nei. Þannig að þú máttu eiga von á því. Já. Eða hvað? Nei, ég vona bara það verði bara farið á stað með þetta aftur og það ekki verið að taka rétt af einum eða neinum þegar kvóti yrði afnuminn. Það var hins vegar tekin réttur af fullt af mönnum sem áttu grásleppu við í leyfi en biðu kannski eftir því að yrði sæmileg vertíð. Já. En ég ætla nú að þakka Pétri Fjellsteð fyrir að senda þennan þátt út og svo hvet ég allt á fólkum sjávarútvegsmál til þess að horfa til stöðvarinnar og taka þátt í að styðja við hana með því að ganga í Alþýðufélagið sem á samstöðina. Svo þakka ég fyrir mig. Takk.